Þóra Pétursdóttir, hérna í gæsalappa gömul, knattspyrnukona. Þóra, þú ætlar að spá í knattspyrnu sumari hjá stelpunum okkar. Áttu trú á að fara eitthvað á völlinn í sumar? Já, ég ætla að vera duglegri þetta árið heldur en ég hef verið síðastliðin ár, fara með alla fjölskylduna. Þóra, stelpunnar voru Íslandsmeistarar 2012 eins og við öll vitum. Hvernig áttu vonaði að þeim muni vegna í sumar? Ég er bara full að trúa þeim. 2012 er eftirminnilegt og vonandi verður bara 2013 líka. Í fyrra gekk nú stelpunum afar illa, töpuðu leikjunum í Lengjubikarnum. Það gekk ekki vel framan af núna, en það komið samt í undanúrslit og töpuðu fyrir Val í framlengdum leik og vítaspyrnukeppni. Hvernig heldur eigi eftir að vegna í sumar? Ég held að eigi bara eftir að vegna vel. Ég held að Lengjubikarinn er bara svona æfingamót, þannig að það segi nú ekki allt. Og eins og þú sagðir, hvernig fór í fyrra, það verður vonandi bara eins í ár. Það er bara, munur bara verða ennþá betri þegar það kemur í alvöru leikina. Hefur þú spáð eitthvað í önnur lið? Heldur að sé eitthvað lið sem eigi eftir að koma á óvart í sumar? Ég er aðeins búin að fylgjast með þessu en svona úr fjarlægð, en ég held að 2012 kom Þór K verulega óvart og ég held að ég sé ekkert annað lið gera það þetta árið. Í fyrra sáum við undir lokin hreint glæsilegan stuðning þegar yfir 1000 manns komi hérna á síðasta heimaleikin. Kannski gerum ekki ráð fyrir yfir 1000 manns á öllu leikjum núna, en heldur að það kom ekki til með að skipta sköpum að fá fullt af fólki á völlinn í sumar? Jú, ég held að ég vonandi hefur þetta svona ítt við fólki og fleiri hafi á að koma oftar á völlinn. Að fólk átti sjá því að Þór K er til og er alvöru. Já, og bara gaman að horfa þar og þetta sé bara orðið flott lið sem er þetta bara skemmtun að horfa. Þóra, þið hlakkar til sumarsins? Já, ég er bara mjög spennt. Þá bara býð óska þér góðs knattspyrnu sumars og sjáumst á vellinum. Sömuleiðis, takk. Jón Stefán Jónsson, Jónsi, hinn eini sanni. Jónsi, ég þarf ekki að spyrja að því hvort þú fær á völlinn í sumar. Þú fer náttúrulega alveg örugglega oft á völlinn í sumar, en heldur þú komið til með að sjá eitthvað af þínu gömlu félögum í Þór í Pepsi-deildinni, Pepsi-deild kalla? Ég er illa svikinn að ég myndi bara ekki sjá alla útileikina hjá liðinu, svona allavega sem er hérna í nágrenni við mig. Hvernig að ég fara á Ólafsvík líka og svona, þannig að sjá það sem mest. Jónsi, hvernig sýnist þér, hvernig leggst sumarið 2013 í því svona ef við lítum á strákana okkar? Það leggst bara mjög vel í mig. Ég get alveg viðurkennt að ég var nokkuð bjartsýnn þegar við töpuðum þarna 8-0 fyrir KR. Hans maður þetta einhvern veginn ekki verið réttri leið. Síðan þá hefur liðið stíð upp og náttúrulega hretnar í dag. Það gerði maður enn bjartsýnni að fá tjökk heiminn, náttúrulega frábært sko. Ég er bara nokkuð bjartsýnn á sumarið. Myndirðu þora að spá í hvaða sæti liðið muni enda í haust? Kannski ekki nákvæmlega sæti, en ég ætla liðinu það að ég geti alveg verið myndin deildarinnar ef það er gott sumar. Það er náttúrulega frábær árangur að ná því. En eitthvað lið sem heldur að muni koma óvart í sumar? Ég veit ekki með Víking Ólafsvík. Ég er ekkert alveg jafn viss um allir að þeir falli. Ég sé líka alveg fyrir mér að þeir geti gert ágætis hluti. Þetta er náttúrulega baráttu lið. Já, þeir eru það. Það eru mjög erfiðir verið. En heimavöllurinn okkar Þórsara, hann kemur væntanlega til með að skipta miklu máli í sumar? Hann skiptir náttúrulega bara öllu máli. Við þurfum að taka flest okkar stig á heimavelli og það hefur náttúrulega verið alltaf í undanfarin ár og ég sé enga ástæðu því að það ætti að breytast. Jósi, segðu mér sem ég hef kannski átt að byrja, kannski við tala á að spyrja, nú náttúrulega áttur vona eins og í fyrra eftir að strákarnir féllu í hitt í fyrra, áttur vona á því þá í fyrra að þeir myndu fara svona að beina leið upp? Já, eins og gerðist, þeir heldur svona megnina mannskapnum. Það voru náttúrulega nokkrir sem fóru góðir en fengu góða menn í staðinn og þegar við fórum á staðinn tímabili þá var maður eins og maður sagði, maður hefði verið verulega svekktur eða hefði ekki farið í mannskap. Við vorum einfaldlega með besta lið í deildinni og vorum nákvæmlega í stað sem við ætlum okkur að vera og áttum að vera. Þannig að þú ert bara svona yfir höfuð tiltölulega bjartsýnn á sumari? Já, ég hef bara nokkuð bjartsýnn á þér alltaf, en
Nei, ég hef enga trú að ég föllum í sumar, þegar ég sé alveg svo. Jónsi, takk fyrir og eigðu gott sumar.